og ég tek spjaldið af þessi 1, 3, 2, 1. Góða kvöldið, þið eru að horfa á Samstöðuna, þar sem að oddvitar sósíalista sitja fyrir svörum og hingað í kvöld er hann Guðmundur Auðunsson mætti til okkar, hann tengist í gegnum fjarfundabúnað og við ætlum að spyrja hann hér í gegnum athugasemdakerfið og mig langar að spyrja þig Guðmundur, hvað ert þú búin að vera að gera í dag og gaman að sjá þig? Já, takk fyrir Sanna. Ég var nú að njóta góða veðursins, það er ekki svo oft sem við erum með gott veður hérna á Suðurlandinu, en ég skrappi við nokkrum góðum félögum inn í Voga. Við vorum að horfa á fótboltaleik, ég er nú mikill fótboltaáhuga maður og Vogar voru að gera sér lítið fyrir og vinna aðra deildina, eða þriðja levelið í fótbolta. Og þeir voru að keppa sér seinasta heimaleik. Þannig við mættum þá og sáum hörkuleik á milli Voga, þar að segja Þrótti í Vogum og Magna Grenivík sem endaði 2-2 en eftir þann leik þá fengu Þróttarar í Vogum, fengu bikarinn og eru búin að vinna deildin og fara nú á næsta ári, koma þeir upp deild og mæta okkur Selfyssingu þá. Þannig að ég hlakka til að sjá þá mæta á Selfossvöllinn og horfa á fótbolta. Svo verðum að viðurkenna það að þegar ég er í framboði þá notaði maður nú tækifæri við þetta og spjallaði við fólki á svæðinu en það eru Vogamenn í kjördæminu þannig að maður notaði þetta tækifæri að bæði njóta fótboltans og að vera að spjalla við kjósendur. Já, ertu mikill fótbolta áhuga maður? Hefur það alltaf fylgt þér? Já, það hefur fylgt mig lengi. Ég reyni, þegar ég var búsettur í London, þá var ég með ársmiða hjá Queen's Park Rangers, sem var nú bara í hverfinu mínu og ég fór með strákana mína, ég byrjaði að taka þá svona 2 ára gamla á leikina og þegar ég var á Selfossi eða í Grímsnesinu, heima í Grímsnesinu, þá fer ég á alla eins marga Selfossleiki og ég get. Og ég reyni svona að taka krakkana, þetta er mjög gaman að taka krakkana á fótboltaleiki og við erum öll í fjölskyldunni mikið fótboltaáhuga fólk. Já, ég fylgist með þér á Facebook og gaman að sjá myndirnar og ég sá ég held að það veri hjá þér, að þið voru að mótmæla vegtollum í gær í Njarðvík. Og hvað, eru vegtollar á döfinni eða hvað, hver var ástæða fyrir þessum mótmælum þarna? Já, í rigningunni Njarðvík. Sko, við erum að mótmæla vegtollum vegna þess að ríkisstjórnin er nýbúið að setja lög 2020 og lögum samgöngulögum breytt. Þannig að nú er búið að opna algjörlega fyrir vegtolla. Og ríkisstjórnin er búin að vera á Sigurður Ingi samgönguráðherra er búin að vera að tala það að mögulega sé að vera, eða það sé eigi að fara að taka upp vegatolla þá á helstu æðum inn og út úr borginni og Reykjanesbrautin er auðvitað ein af þeim og önnur er yfir Hellisheiðina, austur. Þetta er auðvitað ekkert annað en landsbyggðarskattur og við viljum berjast gegn þessu harkalega vegna þess að við lítum á samgöngur sem almannagæði og við frábiðum okkur að það sé verið að setja landsbyggðarskatt á. Fólk þarf að sækja, fólk í kjördæminu hér, á Suðurkjördæminu, þarf að sækja mikla þjónustu inn í Reykjavík og að fara að rukka fólk fyrir að gera það. Það er algjörlega ófært og svo þetta búið að loksins komið að því að opna fyrir Ölfusárbrú, nýju Ölfusárbrúna. Það er ekki bara á að fara að rukka vegtolla þar, heldur á að fá einkaaðila til þess að fjármagna þetta. Það sem að Sigurður Ingi svo skammarlega kallar samvinnu einkaaðila og ríkisins. Þetta er auðvitað ekkert skylt við samvinnustefnu fyrri ára þegar þegar kaupfélögum voru byggð upp í samvinnustefnun og Framsóknarflokkurinn kenndi sem oftar en ekki við þá samvinnustefnu áður en þeir rústuðu því.
þessi hugmyndir sem hann að tala eru svo kallar PPP hugmyndir eða Public-Private Partnership. Þetta verið mikið gert í Englandi. Þeir kalla þetta þar Private Profit Public Purse. Það að segja einkaaðilarnir græða og skattborgararnir og íbúarnir borga. Það sem að þetta þýðir það að einkaaðilar eru að fjármagna framkvæmdir á innviðum eins og til dæmis brúargerð. Við höfum séð þetta með göng. Hvað heldum við til dæmis að við höfum borgað Hvalfjarðargöngin oft vegna þess einkaaðilar fjármögnuðu það. Og nú að fara að setja þessar hugmyndir á stera. Það að segja að við endum uppi með að borga einkaaðilum fyrir fjárfestingu í innviðum eins og Ölfusárbrúnni. Það þýðir það að þeir eru að taka dýrari lán heldur en ríki gæti gert til þess að borga þetta. Þannig að þar orðið mun dýrara fyrir okkur. Til viðbótar eru þeir kannski að setja 20-30% arðsemiskröfur. Og sömu hugmyndir eru verið að gera á Hornafjarðarbrúnni. Þannig að Sigurður Ingi leikur núna lausum hala í sínu eigin kjördæmi að reyna að rukka íbúana og skattleggja íbúana sem mest. Setja á sem mestan landsbyggðarskatt í gegnum vegtolla og svo framvegis. Þessu viljum við mótmæla vegna þess að þetta algjört grundvallaratriði og við sósíalistar lítum á það sem grundvallaratriði að innviðir og að vegakerfið, það sé litið á það sem almannagæði ekki og það sé fjármagnað gegnum skattakerfi, ekki að einkaaðilar sé hleypt lausum til þess að græða sem mest á kostnað íbúana. Já, og hvernig svona var þessum mótmælum tekið í gær? Var margt fólk þarna með ykkur eða hvernig svona voru? Jú, við vorum hérna góður hópur sósíalista, stóðum í rigningunni, allir við mikið verið svona 10-15 og við vorum hérna mótmæla með mótmælaspjöldin okkar. Við stóðum við hringtorgið að Fitjum vegna þess að þar kemur fólkið inn í bæinn til þess að minna það á það. Þarna fólkið venjulega að koma úr Reykjavík, hefur verið að sinna einhverjum erindum eða jafnvel í vinnu og þetta fólkið. Ef að vegatolastefnu ríkisstjórnarinnar verður hleypt lausri, að þá þetta fólki sem á eftir að vera að borga þessa vegatolla. Og við viljum minna fólk á það að ef þessi stefnu ríkisstjórnarinnar nær fram að ganga og okkur tekst ekki að fella ríkisstjórnina í þessum kosningum, þá situm við öllum líkindum uppi vegatollakerfi mjög fljótlega. Ekki bara á brúm eins og það búið að lofa. Nú var að berast inn spurning þar sem að það spurt að því hver stefna sósíalista í húsnæðismálum í kjördæminu og ég vil sjálf fá að bæta við hvort þú getur aðeins lýst bara kjördæminu við heyrum húsnæðismál almennt og getur aðeins svona sagt okkur frá bara emmitt þörfum kjördæmisins eins og þú upplifir það. Já, þetta mjög góð spurning og ekki óeðlilegt að hún komi fram vegna þess að við sósíalistar höfum auðvitað sett fram mjög ítarlega húsnæðisstefnu. Og ég ætla að byrja á því áður en ég tala húsnæðisstefnuna að lýsa því hvernig staðan í kjördæminu. Eins og mörgum kunnugt þá hefur verið gífurlegur húsnæðisskortur á suðvesturhorninu, meðal annars í Reykjavík og Reykjavíkursvæðinu. Það hefur leitt til gífurlegra hækkunar húsaleigu og húsnæðis og þá búið að setja reka fólk út af markaðnum. Þannig að það fjölmargir sem að eru kannski í vinnu á höfuðborgarsvæðinu að hafa flutt í nágrannasveitarfélög eins og Suðurnesin, Selfoss og Hveragerði. Og ekkert nema gott það að segja, þetta góðir bæir að búa í. En vandamáli að það tengist auðvitað vegatollarnir sem ég var að tala áðan, að það þetta fjárstæða að fara að rukka þetta fólk. Vandamáli það að núna líka húsnæði á þessum svæðum að hækka töluverð. Þannig að fólk jafnvel í vandræðum með það að eiga við eða ráða við húsaleigu eða húsnæðiskostnað á þessum svæðum. Nú kom okkar lausn
er svo að byggja, við erum búin að leggjum til að það verður byggða 30.000 íbúðir í félagslegu kerfi í næstu 10 árum. Og þá erum við ekki bara, eins og sumir virðast halda, að tala það að byggja þetta á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Við sjáum fyrir okkur að þetta verið byggt út allt land og þetta mikil þörf sem við finnum til dæmis á þéttbýlisstöðunum á Suðurnesjum og í kringum Selfoss. Það er mikil þörf fyrir félagslegt húsnæði og í raun og veru út allt kjördæmið. Þannig að með því getum við boðið húsnæði á sanngjarnri leigu og eða sanngjarnum kaup, einhvers konar hlutdeildar kaupum. Það sem við leggjum til er það að þetta kerfi verði algjörlega félagslegt. Það verði fjármagnað hinu opinbera sem þýðir það að við getum tekið ódýr lán til mjög langs tíma og þannig að við getum haldið leigunni mjög lágri og við stefnum að því að reyna að koma húsnæðiskostnaði fólks niður í 20-25% af ráðstöfunartekjum en ekki 50-60% eins og það er með í dag. Til þess að ná þessu þarf þetta víðtæka uppbyggingu á félagslegu húsnæði. Það er engin þörf fyrir fleiri lúxusíbúðir eða á landinu. Það búið að vera að byggja nóg af þeim að seinustu árum. Við þurfum alvöru félagslegt húsnæði sem að kostnaðinum haldið í algjöru lágmarki og það sorglega við það að við þurfum auðvitað að setja þessa stefnu fram en í kjördæminu var komin vísir að mjög góður vísir af félagslegu kerfi. Þegar að herinn hófsi loksins á brott, þá fengum við íbúðirnar á hersvæðinu sem nú Ásbrú í Reykjanesbæ. Þetta voru 100 íbúða og svo eignaðist bankarnir íbúðir líka í kjölfar hrunsins og íbúðalánasjóður. Þannig vorum að tala 100 ef ekki 1000, yfir 1000 íbúðir sem komist í eigu hins opinbera. Þetta húsnæði var leigt út af hinu opinbera á sanngjarnri leigu. En hvað gerðist þegar Framsóknar og Sjálfstæðisflokkurinn komist með puttana í þetta? Að þá var þetta allt selt fyrir slikk. Og þarna mistum við á því tækifæri að nota þetta sem kjarna í nýju, öflugu, félagslegu húsnæði. Og við mistum að þessu tækifæri, en það þýðir það að við ekki, og þetta komst í hendur braskara, sem núna eru búin að græða á tá á fingri á kostnað íbúana. Húsaleiga sem var mjög sanngjörn til dæmis á Ásbrú hefur stórhækkað og braskararnir eru búin að græða, eru búin að fylla alla vasa og nú búin að selja þetta til einhverja norskra braskara, þannig að þetta eru alþjóðlegt starfsemi á kostnað íbúðarna á Íslandi. Þannig að húsnæðisstefna er eitt af mestu mikilvægastu lífskjara spursmálum á komandi árum. Ungt fólk hefur ekki efni á því að koma undir húsnæði. Húsnæði eru of dýrt, það er búið að setja það út af markanum og það situr fast í rándýru einkareknu leigukerfi. Og þessu viljum við breyta og þessu ætlum við að breyta. Já, ég ætla að halda áfram einmitt með spurningarnar af því að þær koma inn og ég vil endilega hvetja ykkur til þess að senda þeir sem eru að horfa af því að við höfum nóg að ræða á stuttum tíma en Aron Tómas spyr mun flokkurinn styðja lög sem banna einangrun í fangelsum, svona svo við snúum okkur að öðru. Þá er þetta spurning frá sem Aron Tómas sendir inn. Mun flokkurinn styðja lög sem banna einangrun í fangelsum, svona svo við snúum okkur að þeirri spurningu. Já, þetta er mjög athyglisverð spurning og ég viðurkenni það að við höfum ekki tekið beina afstöðu í þessu máli. Aftur á móti erum við með mjög öfluga mannréttindastefnu og einangrun er í raun og veru ekki nema má líkja því við eiginlega pyntingar. Vegna þess að þetta getur gersamlega rústa sálarlífi fólks og er ekki neinu fólki bjóðandi að sita í einangrun og sita að aðbúnaða þeirra sé þannig að geðheilsu þeirra sé geðheilsa þeirra sé í stórri hættu. Þetta er atriði sem að ég bara
lofa að líta á vegna þess að ég held að það komi mjög sterklega til greina einmitt með tilvísun til mannréttinda að við setjum lög sem banna þetta. Já, hún Ingibjörg Dóra, hún spyr hvað gert fyrir öryrkja, eldri borgara og námsmenn á leigumarkaði. Þannig að ég held við getum þá velt í fyrir okkur hvað gert núna og hvað vilja sósíalista gera. Já, sko, vandamálið það að það eru einhver ákveðin kerfi í kringum þetta alla þess aðila. Stúdentar reka takmarka stúdentahúsnæði fyrir stúdenta, bæði allavega í Háskóla Íslands og svo til dæmis húsnæði á Bifröst sem í boði. Þannig að það ákveðin vísir að félagslegum rekstri fyrir þetta, en það ekki nóg. Þetta aðalega, til dæmis hjá stúdentum, þetta aðalega eyrnamerkt fyrir námsmenn utan að landi og sem gott, en við teljum það að þetta að vera opið öllum stúdentum og þetta myndi falla vel inn í húsnæðisstefnuna sem við vorum að tala um. Þegar kemur að öryrkjum að þá við þetta klárlega að það sem öryrkjum stendur til bóta og öryrkjum og öldruðum stendur til boða mjög takmarkað húsnæði og sérstaklega til dæmis og það langir biðlistar, fólk situr fast, það fær ekki húsnæði. Fólk endar kannski á hjúkrunarheimilum sem það þarf ekki ætti ekki að þurfa að vera á vegna þess að það ekki húsnæði í boði sem hentar þeim. Það virðist vera eina húsnæði sem í boði fyrir eldra fólk svona lúxuskerfi, lúxusíbúðir sem hafa verið byggðar upp af einkaaðilum og að það hentar öðru fólki alls ekki vel. Og sko okkar grundvallarstefna sú að við viljum gegnum þessar húsnæðisstefnu okkar gefa samtökum öryrkja og aldraðra og námsmanna tækifæri til þess að byggja upp félagslegt húsnæði og sem myndi henta þeirra fólki vel og þá við að tala um félagslegt húsnæði á sanngjarnri leigu og þannig að það myndi henta fleirum en þeim sem bara á götunni eins og staðan í dag og þannig að fólk geti minnkað við sig, fengið heimaþjónustu sem bæði betri ódýrari fyrir samfélagi og betri fyrir fólki, fengið heimaþjónustu sem hentar þeim og til þess þarf þetta að vera í boði húsnæði sem hentar. Geturðu útskýrt aðeins betur hvað þú átt við með félagslegt húsnæði? Þarftu þá að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að geta fengið húsnæði? Þarftu að vera undir ákveðum svona tekjuviðmiðum? Þetta bara ákveðnir hópar sem gætu þá fengið þetta félagslega húsnæði og væri þetta þá allt bara eitthvað svona leiguhúsnæði eða gætu einstaklingar keypt sér í þessu kerfi sem eins og þið setjið það, eins og sósíalistar setja það upp? Þetta mjög góð spurning vegna þess að þegar við heyrum orðið félagslegt húsnæði, þá við í raun og veru með í huganum einhvers konar neyðarhúsnæði fyrir fólk sem hefur engin önnur hús að venda. Það vegna þess að það búið að hóla hið félagslega húsnæðiskerfi svo mikið að innan, það eiginlega ekkert í boði nema algjört lágmark og fólk samt sem þarf á þessu lágmarkshúsnæði að halda sem núna í boði, að það situr mörg ára á biðlistum. Við viljum gerbreyta þessari hugsunarhætti. Við lítum á félagslegt húsnæði eigi ekki að vera fyrir einhvern afmarkaðan hóp að þú þurfir að uppfylla ákveðin skilyrði. Við teljum allir eigi að hafa aðgengi að þessu félagslega húsnæði eins og það til dæmis hefur verið gert í Skandinavíu, í Bretlandi, þannig að félagslegt húsnæði sé normið í raun og veru. Það að segja fólk sem líti á það bara sem að það sé öllum opið og þú getur farið í tryggt félagslegt húsnæði og börnin þín líka. Þetta grundvallar breyting á hugsunarhættinum, það
að þetta í raun og veru mætti kalla þetta óhagnaðardrifið húsnæði sem var stæði öllum til boða í gegnum samvinnufélög eins og búsetu samvinnufélög, gegnum verkalýðsfélög, félög aldraðra og stúdenta og svo framvegis eins og ég var að segja. Við þurfum þetta að tæma biðlistana fyrst en við sjáum þetta fyrir okkur þetta vera algjörlega opið. Varðandi hvort við erum bara að tala leiguhúsnæði þá sjáum við fyrir okkur blandað kerfi. Þú getur verið með hlutdeildareign í húsnæðinu. Þú getur verið með einhvers konar búseturétt. Það við sjáum fyrir okkur ýmsa möguleika þar og eins og til dæmis verkamannabústaðakerfi, gamla verkamannabústaðakerfi sem var lagt niður, að þar í raun og var einhvers konar kaupleigukerfi, að fólk var að kaupa sér smátt og smátt íbúðina, en það sem grundvallaratriði þegar þú ert að reka félagslegt kerfi, að það verði húsnæði haldi áfram að vera innan þess kerfis, menn geti ekki bara að það eru ákveðnar kvaðir það hvernig, ekki hverju búiðar, heldur hvernig kerfið rekst, af því að það utan hins markaðskerfisins í húsnæði. Já, hvernig kerfið hvernig það rekið. Spurningarnar hrannast inn og það spurning frá nafnaðinum, hann Guðmundur Jón, hann spyr út í heilbrigðiskerfið og hann spyr hér, bendir á að heilbrigðisþjónustan á Suðurnesjum sem búin að vera í lamasessi í mörg ár, segir hann, og það ekki hægt að fá heimilislækni, bið eftir tíma oft 1 til 3 vikur og það ásbið í sálfræði þjónustu, mannekla vegna lélegra launa og alltaf 100.000 á mánuði hærri laun í Reykjavík og hvernig þú eða sósíalistar sjáið fyrir ykkur að laga þennan vanda. Það bið og það bara álag á heilbrigðisþjónustu, þannig að hvernig ætla sósíalistar að vinna úr þessu? Hver stefna sósíalista í þessum málefnum? Sko, við erum föst í vítaring sem búið að setja upp á nýfrjálshyggjutímanum. Við bjuggum við heilbrigðiskerfi þar sem var gert ráð fyrir að menn gæti sótt sína heilsugæslu í heima héraði. En síðan komust ráðgjafarnir á nýfrjálshyggjuárunum og þá var því tísku að ráða ráðgjafa eins og McKinsey, Deloitte og einhverja svona management consulting ráðgjafa var ráða þá til þess að gera úttekt á ýmsum kerfum innan og meðal annars heilbrigðiskerfinu. Þá verið að taka þetta kerfi, verið að taka úttekt á þessu kerfi út frá rekstrarlegum sjónarmiðum og þá komast menn að því til dæmis að ákveðin þjónusta vegna þess að þjónustan á Landspítalanum geti annað öllu landinu, þá bara höfum við hana bara þar og það við getum bara haft það þar og þá farið að loka smátt og smátt, fæðingadeildum, þjónustu og svo framvegis. Vandamáli það að þegar þú ert með svona stórt samfélag eins og Suðurnesjabæ sem að nafni minn var að minnast á, það að þegar að meira og meira þjónustinu fer inn í Reykjavík, þá vilja læknarnir frekar vera þar. Við þurfum að byggja upp alvöru þjónustustig í héraðinu til þess að laða að okkur lækna, sálfræðinga og geðlækna og svo framvegis. Við þurfum að gera ráð fyrir því að það sé ákveðin lágmarks heilsugæslu þjónusta. Við erum ekki að tala það að það verði hjartaskurðlækningar verði settar upp í Reykjanesbæ. Við erum að tala það svo einfaldar hluti eins og að það sé hægt að fá aðgengi að heimilislæknum og í heimabyggð. Þannig að menn þurfi ekki að keyra til Reykjavíkur. Hvað það? Tala ekki að það verður teknir vegatallar. Hvað á það að þýða? Hvað þýðir það til dæmis í útblæstri? Að fólk þurfa að sækja þessa þjónustu til Reykjavíkur og svo eru þeir heilbrigðisstarfsmenn sem eru að vinna alveg stórvirki í bæ eins og Reykjanesbæ að þeir sita uppi með svo mikið vinnuálag að það verður erfiðara fyrir þá að standa undir þessu vinnuálagi. Þá komið hvati fyrir þá hversan ég að standa í þessu starfi hérna, hversan sæki ég ekki starfi í Reykjavík. Þá verður enn meira, þetta verður vítaringu, verður enn meira vinnuálag á þeim sem að sita eftir. Þessu viljum við gerbreyta. Við viljum leggja áherslu á þjónustu
heima í héraði, ekki bara að við viljum flytja sem mest af grundvallarþjónustunni heim í hérað og sumum smærri stöðum kannski ekki hægt að vera með geðlækna eða sálfræðinga í fullu starfi, en þá sjáum við fyrir okkur einhvers konar hreyfanlega starfsemi. Og ég held að grundvallaratriði til þess að breyta þessu ófremdar ástandi, það að hugsa þetta upp á nýtt og gera þarfagreiningu á því hvaða þjónustu fólk þarf að halda frekar en að gera rekstrar úttekt eins og hefur verið stefnan á nýfrjálshyggjuárunum. Já, þetta með þarfagreininguna og fjölbreytt atvinnulíf, það næsta spurningin og hún snýr að því að atvinnumál á Suðurnesjum það var flugvöllurinn og einhver svona sjávarútvegur og þjónusta en að það vanti fjölbreyttara atvinnulíf og að það hafi mátt greina það svo augljóslega í COVID þegar að flugið stoppaði og þá hafi verið langmesta atvinnuleysi á landinu og spurningin hvaða hugmyndir hefur oddvitinn fjölbreyttara atvinnulíf? Sko, það eru þetta, við vitum að mesta atvinnuleysi á landinu á Suðurnesjum. Það líklega kringum 14% í dag, allavega síðustu tölu sem ég sá, sem algjörlega óalandi og óferjandi að við séum sem mikið atvinnuleysi. Og það rétt það sem að nafni minn var að segja það að flugvöllurinn hefur verið þetta eitt stærsti atvinnurekandi þarna á svæðinu og fólk hefur verið mjög háð því. En af einhverjum ástæðum líka fær maður á tilfinningunni að það megi bæta við starfsfólki á flugvellinum vegna þess að eins og margir muna þá var algjört ófremdar ástand á flugvellinum í sumar og raun og veru fáránleg sú mannekla sem var til staðar á flugvellinu þegar við búum við 14% atvinnuleysi á svæðinu. Við situm uppi með þá stöðu að kvótin farin, þannig að sjávarútvegurinn dotti niður, mikið af þjónustu sem að áður þótti rétt að vera með heima héraði farin til Reykjavíkur. Það hafa verið einhver svona bara loftkastala draumar eins og verksmiðjan sem situr nú tóm þarna á svæðinu og menn hafa verið að reyna, sko, við verðum að reyna að byggja upp mun fjölbreyttara atvinnulíf á Suðurnesjum. En til þess að gera það, þá þurfum við að vera með þá innviði sem fólk sætti sig við. Ef við ætlum til dæmis að byggja upp hugbúnaðina, taka sem dæmi, eða sem nýsköpunariðnaður sem við viljum fá, að til þess að laða hugbúnað fyrirtæki á svæðið og með þeirri þjónustu sem því myndi fylgja, þá þurfum við að vera með grunnþjónustun í lagi. Við þurfum að vera með heilbrigðisþjónustun í lagi, við þurfum að vera með almanna bara þjónustu sem á vegum hins opinbera að menn geti sótt sem mest í héraði, þannig laðar fólk að. En ef þú ert að taka smátt og smátt allt ákvarðanavaldið frá sveitarfélögunum og frá samfélögunum og færa það til Reykjavíkur og samka öllum ákvarðunum þar, að þá miklu erfiðar að laða til sín ný atvinnutækifæri og ný fyrirtæki. Og svo maður tali ekki húsnæðisskortinn. Við þurfum auðvitað að byggja upp húsnæði þannig að fólk geti flutt á svæði og það laði að sér ný atvinnutækifæri fyrir þá sem sita eftir atvinnulausir. Já, nú tíminn, hann alveg bara hleypur frá okkur, þannig að loka spurningin sem að hér hefur komið, við náum því miður ekki að fara yfir allt saman, en það ætlið þið að koma með kvótann tilbaka til Keflavíkur? Sko, við viljum gera grundvallarbreytingu á kvótakerfinu. Við viljum einfaldlega leggja það niður. Þannig að menn geti gert út samkvæmt skrataða kerfi
og við viljum gefa krókaveiðar frjálsar, þannig að sveitafélög sem eru vel staðsett með góða höfn eins og Keflavík og Njarðvík, Reykjanesbær, að þau geti haldið áfram að gera út báta á þeim stöðum. Sko, eins og kvótakerfi hefur verið byggt upp, þá hafa allar ákvarðanir sankast og allur kvóti hefur sankast inn í örfá fyrirtæki. Þessi fyrirtæki hafa einræðisvald yfir því hvað þeir gera við kvótan. Og þeir loka einfaldlega, taka kvóta í burtu, taka skip og kvóta í burtu, loka vinnslustöðum, alveg bara upp á, án þess að taka neitt tillit til atvinnuástandsins á svæðinu. Þannig að stuttasvarið að við ætlum ekki að koma kvóta tilbaka vegna þess að við viljum einfaldlega leggja það niður. En það sem að við viljum gera að nýta þær fjárfestingar sem hafa verið gerðar í hafnargerð til dæmis og reyna að koma upp sem víðtækastari vinnslu í kringum landið, leyfa bátum að sigla í krókaveiðar og færa þannig ákvörðunarvald fólksins sjálfs til heimahéraðs. En það ekki bara, það nefnilega svolítið athyglisvert við þetta kvótakerfi, að bæir sem að kvótin hefur safnað saman á, eins og til dæmis Grindavík sem í okkar kjördæmi, að þeim ekki greiði gerður með þessu. Að það alveg fyrirtæki sem eiga svona mikinn kvóta, þó þau séu í þessum heimabæ, að þá hvílir yfir bænum alltaf svo hótun að eigandinn gæti bara tekið sig upp og tekið kvótan í burtu, eins og var gert til dæmis á Akranesi og í Keflavík. Þannig að það meira að segja á stöðunum, þar sem að kvótin enn til staðar, að þá vald kvótagreifana svo mikið að það svona liggur yfir samfélaginu eins og sko bara svona teppi sem að fólk hrætt við að hreyfa sig vegna þess að þau geti tapað öllu sem þau hafa. Þess vegna grundvallaratriði að við stokkum kerfið gersamlega upp og færum auðinn, okkar sameiginlega auð sjávarsins heim í héröðun. Þetta svo athyglisvert hérna, þá höldum við aðeins áfram og Guðmundur Guðmundsson, hann kemur spurningum húsnæðis tillöguna eða tilboð til kjósanda og varðandi útfærsluna og hann spyr hér, hann segir nú ríkir fákeppni á byggingamarkaði landsins, hver mun byggja þessar íbúðir og hvernig verður tryggt að hagræðing og hagkvæmni stærðar endi sem ódýr leiga en ekki hagnaður byggingaraðila? Þetta mjög góð spurning vegna þess að við erum búin að tala það að við viljum að húsnæði verði byggt á vegum hins opinbera en það þarf þetta byggingaraðila til þess að byggja það upp. Og til þess að byggja upp þetta þá vitum við það eru örfáir byggingaraðilar sem eru í fákeppnismarkaði. Sko eins og staðan núna að þá eru þessir byggingaraðilar mestuleyti þeir fá lóðir og að byggja upp húsnæði og byggja og selja það með ofsagróða. Í slíku kerfi að þá sjáum við fyrir okkur að það boðið út bygging á hagkvæmu húsnæði samkvæmt okkar stöðlum og ástæðan fyrir því að við sjáum fyrir okkur að einkaaðilar geta ekki gert þetta sem að Guðmundur óttast reglulega. Þeir óttast og réttilega það að ef ég sé fyrir mér að ef við fáum markað þar sem að tilboðin eru trekk í trekk of há vegna fákeppnisstöðunar, þá verðum við bara að byggja upp opinber verktakafyrirtæki. Það ekki nauðsynlegt til þess að byggja þetta félagslega húsnæði, en ef að markaðurinn einfaldlega þannig, þá verðum við bara að gera það. Það ófært að hagnaður verktaka í húsnæðiskerfinu
að byggingarhagnaður eða hagnaður á sölu og svo framvegis, þetta rennur meira og minna til verktaka, byggja þetta sem félagslegt húsnæði, leysir hluta af vandanum en ekki algjörlega lausnin ef að fákeppnismarkaður leiði til þess að útboð verði of há og þá verðum við bara að leysa það með því að byggja okkar á eigin húsnæði. Já, félagsleg uppbygging eitthvað sem þú vilt koma svona inn að lokum, einhver svona loka orð áður en við kveðjum hér í kvöld? Já, sko það sem mig langar helst að segja það að við erum í gífurlega harðri baráttu, hér ekki auðvitað allt land en sérstaklega hérna í Suðurkjördæmi. Við erum með góðan hóp af sósíalistum sem búin að vera að berjast hart fyrir því að við náum árangri hérna og ég held að það verði í þessu kjördæmi verði mjög tæft hvort að sósíalistar nái rödd fyrir kjördæmið inn á þing. Þess vegna vil ég hvetja alla til að kjósa sósíalista 25. september og biðja vini sína, félaga og ættingja og vini og alla mæta á kjörstað, hvert einasta atkvæði skiptir máli. Já, við þökkum ykkur kærlega fyrir að vera með okkur í kvöld og senda inn spurningar og við munum halda áfram hér á samstöðinni að spjalla við oddvita. Þannig að takk kærlega fyrir og ég heiti Sanna Magdalena og Guðmundur Auðunsson var hér með okkur í kvöld. Takk fyrir kærlega.